svona beint eftir leik? Já, ég get það alveg. Fyrstu 25 frábærar, fram að hálfleik hleypstum við kannski fullmikið inn í leikinn en einhvern veginn í hálfleik virtust við hafa góða stjórn á leiknum og við vissum svo sem að þeir ættu engan annan kost á völ en koma hátt upp á völlinn og pressa okkur í byrjun seinni hálfleiks en það lítur út fyrir að markið sem við skorum strax í byrjun hálfleiksins hafi algjörlega slegið okkur út af laginu. Við fengum högg og við stóðum ekki upp eftir það og mér fannst við einhvern veginn aldrei ná neinum takt í seinni hálfleik, hvorki varnarlega en sóknarlega og það vantaði margt. Voruð þið bara vankaðir eftir þetta fyrsta mark? Já, það lítur þannig út og þetta eru síðan einhverja dýpri ástæður fyrir því en við hættum að vinna návíi, hættum að þora að spila, hættum að þora að hreyfa þá og fórum of fljótt í langa boltann og sem að gera það verkum að liðið slitnaði sundur sem að gera það síðan aftur verkum að við náum ekki að vinna boltann sem þetta og þannig að þetta var svona, seinni hálfleikurinn var ekki nógu góð, við vorum litlir í okkur og réðum ekki við mótlæti sem að fylgdi þessu fyrsta marki og Háka gekk á lagið þannig að það er eitthvað sem við þurfum að vinna í. Í stöðunni 2-2 skoriði mark og síðan svona hálfri mínútu seinna dæmir Sigurður Hjörtur brot, svona hvernig sá þetta við þér? Ég sá þetta svo sem ekki, fyrir mér var þetta bara klaps og ef hann dæmir brot þá hlýtur Sigurður Hjörtur að vera vissi sinni sök. Mér er sagt að þetta hafi ekki verið brot, Hákamenn voru 100% vissir þetta væri brot. Ég get bara ekki verið að velta mér eitthvað mikið upp úr því. Að dómarar dæma og auðvitað hefði verið ljúft að fá mark þarna, ég ætla ekki að draga fjöður yfir það er klárt mál en hann dæmdi ekki mark og við síðan slökktum á okkur í kjölfarið þannig að það var dýrt en hvort að það var mark sem var skilið, það leit ég aðra dæmi. Hvernig svona metur stöðuna næstkomandi leikið, aðeins einu stigi fyrir ofan fallsæti? Ég met hana bara sem krefjandi en á móti skemmtilega, það er 8 leikir eftir í þessu móti og við hefum núna að fá viku til að undirbúa okkur fyrir þennan leik á móti Skaganum og ætlum að nýta hana vel og ég hef engar sérstakar áhyggjur af þessu en það er alveg ljóst að við þurfum að spila betur heilan leik heldur við gerðum í dag. Það dugar ekki að spila frábærlega fyrstu 25 mínúturnar og einhvern veginn kannski síðan bara hætta. Það gengur ekki, það virkar ekki fótboltar ykkur 90 mínútur og við verðum að vera tilbúnir í það. Þið áttu að spila leik gegn Víkingum á mánudaginn næstkomandi minnir mig en honum var frestað, svona frestun sem þú fékkst ekki með Breiðablik þegar þú varst að stýra þeim í fyrra, svona hvernig metur þú þetta? Já, ég met þetta bara sem svo að þetta sé besta mál. Mér finnst gott að menn hafi lært af mistökunum frá því í fyrra. Það væri mjög skrítið ef ég væri fúll yfir því að menn gerðu betur heldur en þeir gerðu í fyrra og ég unni Víkingunum þess alveg að fá þetta frí sem við fengum ekki í fyrra. Við höfum eins og ekkert þetta að segja, KFC ákvað þetta bara eitt og sér en það var sett mótið upp í ár nákvæmlega fyrir lið sem fer í riðlakeppni sambandsdeildarinnar þannig að ég bara fagna því að menn hafi lært af þeim mistökum sem voru gerði í fyrra þegar að Breiðablik fékk litla hjálp í mjög erfiðu prógrami. Kannski hafa meira afrek í fyrra þá að gera þetta án hjálp? Nei, ég ætla ekki það er engin dómari í einsök, ég ætla ekki að meta það var bara það stórt afrek að komast í riðlakeppnina og hvort sem að það er í fyrra eða ár þannig að ég ætla ekki að fara að bera það saman. Lokaspurning, Brassington, markvörðsþjálfari, hann er ekki á skýrslu og ekki búinn að vera í síðustu 2 leikjum. Svona, er einhver ástæða á bak við það? Nei, það er nú bara, hann var á kvennaleik, hann er líka markvörðsþjálfari meistaraflokks kvenna og hann var með kvennaliðinu á móti Haugum síðasta laugardag. Hann er í Jarðarför í Bretlandi, akkurat núna. Kemur á laugardagskvöldið, þannig að það eru nú ekki aðrar ástæður fyrir því heldur en það. Takk hérlega, Óskar. Takk.